Góðan daginn, kæru áhorfendur og verið velkomin að skjánum. Það IA TV sem heilsar ykkur í síðasta fótboltaútsendingarnar í dag. Það risadagur hjá okkur. Það tvöföld skemmtun hjá okkur. Örn Arnarsson heiti ég og með mér hérna til framaleik IA Gróttu í lengjudeild kvenna. Margrét Ágadóttir, velkomin. Takk fyrir. Herðu, þetta tímabil, mundur ekki segja að þetta hafi verið svolítið bara framar vonum í kvennaboltanum, eða hvað? Jú, alveg klárlega. Við náttúrulega komum úr annar deildinni og eftir sem betur við stuttatúr þar, þá var þetta svolítið svona bara að festa sér sessi í fyrstu deildinni, byrja á því og svona að vonin fyrirfram var að sóast ekki niður í neina fallbaráttu og það gerðist einhvern veginn eiginlega aldrei? Nei, það gerðist ekki. Og þannig að ég er bara ótrúlega ánægð með árangurinn. Við getum tekið margt jákvætt og byggt ofan á það fyrir næsta tímabil. Þannig að, jú, framarvonum. Ég spurning hvort við getum bara fengið að skoða stöðutöfluna bara eins og hún er núna. Þetta er lokaumferðin sem fer fram í dag og þetta er galopið. IA getur farið upp sæti ennþá. Við sitjum í 5. sæti sem eins og ég hugsa, náttúrulega eftir frábæran sigur í Vestmannaeyjum í síðustu umferð. Mjög mikilvægur. Eigum en þá möguleika í rauninni á að, það er svona kýtlar egoið pínu, geta haft áhrif á toppbaráttuna, Grótta á en góðan möguleika á að fara upp ef að úrslit eru hagstæð. Já. Þannig að við getum alveg haft ágætis áhrif með bara sigri hér í dag og getum enda í 4. sæti sem bara fyrirfram bara frábær árangur hjá bara ungu skagaliði. Algjörlega. Ég meina, jú, við fengum 3-4 útlendinga en við öðruleiti erum við með upphandastelpur og mistum margar. Algjörlega. Við erum bæði búin að vera varandi meðsli og svo höfum við einnig líka náttúrulega bara eru margar unga stelpur hjá okkur skagastelpur í háskóla í Bandaríkjunum sem náttúrulega frábært tækifæri en á móti kemur þá erum við að missa lykilmenn, myndi ég segja. Já. Líka bara og spiluðu mjög lítið brot af í rauninni tímabili. Það var helst annar flokkurinn sem að naut góðs, skilurðu. Akkurat, það var bara ótrúlega stuttu gluggi sem að þær voru með okkur. Já, hér sjáum við einmitt loka umferðina. Það er leikindi sem skipta máli, auðvitað er HK IPVF. Ef að HK tapar, IA vinnur, þá förum við upp sæti. Já. Ef að HK gerir jafntefli og IA vinnur, förum við upp sæti, en það eru svona í rauninni eini möguleikarnir okkar. Já. Síðan er það þarna Fram FHL. Framarar eru í öðru sæti, eins og við sáum áðan, með jafnbjörgsstig og Grótta, en staðan á FHL-liðinu náttúrulega er allt önnur núna heldur en hún var lengst af tímabilinu. Ég held svona að bara það þurfa að vera eitthvað stórslys ef að Framararnir vinni ekki þann leik. Þetta er á heimavelli Framara, ég meina þetta er Framliðið gríðarlega sterkt, ég meina þetta er leikur að fara upp, þannig að í mínum huga þá þarf eitthvað mikið að gerast til þess að þær klúður þessu. Já, mér langar einmitt bara af því að þú nefndir það áðan í rauninni og jú, við vorum með 4 erlendarleikmenn en það er ekki hægt að halda því fram að IA sé að reyna að kaupa sér einhvern árangur af því að afgangurinn af liðinu eru heimahaldastelpur, mjög ungar stelpur og ég veit ekki hver meðalaldurinn hefur verið í sumar, líka bara varamannabekkurinn, þetta er annar flokkur, 3. flokkur sem er að manna liðið á stórum hluta. Er þetta ekki bara svolítið merkjum að það sé eitthvað rétt að gerast hérna? Jú, ég held og engin spurning og við getum verið ótrúlega stolt af starfinu. Við erum að skila mörgum stelpum og vonandi ná að halda bara áfram með þér. Ég meina þær eru aðeins eldast en þetta eru bara unga stelpur. Þetta eru þannig að jú, eins og ég segi, þetta eru heimastelpur pluss 3-4, við fengum náttúrulega bara einn út hana í restina, Hönnu, hún kemur bara inn, hugsaðlega ekki komið ef við hefðum haldið okkar stelpur sem fóru í háskólan. Já, og svo lentum við í meiðslum einnig. Ég meina Elvira Stítu, ég meina Ylva, við erum bara með þannig að mér finnst bara hafa verið gert mjög vel. Já, áður við ætlum að spjalla meira aðeins á eftir en ég spjallaði við Skarphéðinn Magnússon og Bryndísi Rún fyrirliða fyrir leik, við skulum sjá hvað þau sögðu. Já, Skarphéðinn, þá er að loka umferðin. Svona ef við summurum upp bara þetta sumar, eru þið búin að ná þeim markmiðum sem þið settu ykkur fyrir mót? Já, við erum búin að ná öllum markmiðum sem við settum okkur fyrir mót, þannig að það var spurning hvort það hefur verið nógu háleit, en öll markmið sem við vildum ná, höfum við náð, þannig að við erum sátt, en við hefðum alltaf getað náð betri árangri, sér maður núna. Ef maður hugsaður þennan leik sem í dag hérna gegn Gróttu, við erum bara í 5. sæti sem er kannski örugglega betra heldur en margir að stuðningsmönnum liðsins þorðu að vona, en við eigum ennþá möguleika á að fara
upp eitt sætið. Ertu að lauma inn einu markmiði hérna fyrir þennan leika? Við getum komist upp eitt sæti ef allt fer á besta veg. Já, sjálfsögðu stefnu að bara enda í 4. sæti. Við getum náð því með reyndar hagstæðum úrslitum með öðrum leikum, en að sjálfsögðu vilja enda eins ofalega hægt og það er 4. sæti núna. Og ef við náum því, þá erum við mjög sátt með það. Og að sama skapi þá getur IA einmitt haft bara töluverðið áhrif á toppbaráttuna því að Grótta er náttúrulega bara í bullandi séns en þarf auðvitað að treysta á úrslit í leik Fram og FAL. Það er rétt og það er bara lítið við á tæki fyrir okkur til að mótivera okkar stelpur að það er enginn að koma í höllin hérna og fá okkar fríkipis og við ætlum að gefa þeim hörkuleik og hérna við skuldum okkur það að klára síðasta leiki með stæl. Erum við á réttri leið með kvennalið? Hvað myndur þú segja núna af því að nú er þetta tímabil að klárast og það er bara næsta tímabil náttúrulega bara verið fljótt að banka upp á dyrnar. Erum við á réttri leið? Já, klárlega. Við erum að spila á mörgum hérna ungum stelpum. Við erum með 4 erlenda leikmenn sem er búin að Hanna kemur inn hérna seinni hlutan og gert vel fyrir okkur, en við höfum spilað á mjög hérna ungum stelpum í sumar og heimastelpum og hérna margar reynslumiklar og margar stíl sem fyrstu skref. Þannig að blandan er góð og við erum á réttri leið, klárlega. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, eitthvað er tæknin aðeins að stríða okkur meðan að Bryndísi við kannski náum að spila það í hálfleik, við finnum út úr því á eftir en Magga, nú styttist í þetta en það sem ég langaði eiginlega að fá, sko þú náttúrulega fylgist gríðarlega mikið með fótboltanum hérna á Akranesi og víðar auðvitað en þú veist það sem ég er að velta fyrir mér hérna staðan og umgjörðin sem er verið að bjóða þessu liði upp á, þú veist, er hún í þeim klassa að við getum hugsað okkur að halda þessum ungu efnilegu leikmönnum sem er að koma upp og þetta sé í rauninni aðlaðandi umhverfi fyrir þær að halda áfram í fótbolta og þroskast í fótbolta á Akranesi? Já, klárlega, en þú hefur spurt mig að við höfum fallið aðra þá þess að nei, vegna þess að það var rosalega mikilvægt fyrir klúbbin að við skildum halda okkur upp í fyrstu deildinni þegar maður veit ekki alveg hvernig staðan væri hjá okkur, en umhverfið, já, og hérna, við erum líka svolítið að skoða bara hvað breytingar að vera í kvennaboltanum. Skoðum bara liðin sem eru í fyrstu deildinni. Þetta var bara hörkudeild. Það var bara einhvern einasti leikur sem að bara taldi. Við vorum ekki svo mikið stórar tölur og bara liðin jöfn. Og við erum að tala þú veist, ég meina, Selfoss sem að fellur, ég meina, þetta er sama og gerst með KR. Það er bara að falla þannig að þetta er bara hörku hérna deild, þannig að já, þetta er umhverfi fyrir stelpur, unga stelpur til þess að fá að spila meistaraflokksbolta og góða leiki. Já, við fáum kannski byrjunliðinu upp hérna á meðan að liðin ganga til leiks, við sjáum þetta hérna, við viljum kannski ekki að fara yfir þetta, það er ekkert sem að kemur kannski óvart nema að auðvitað er Giuliana Marie Pauletti bara í liðsstjórnin í dag, gerir ráð fyrir að það séu meiðsla ræða. En annars svona, ef ég bara rétt áður en ég missi hérna fyrirleik hingað til á tímabilinu, hvað finnst þér að hafa staðið upp og finnst þér einhver leikmaður hafa komið þér sérstaklega óvart, einhver leikmaður tekið stærri skref en aðrir, hvað er það sem að á þínum mati hefur gert það að verkum að liðið hefur náð í rauninni þessu markmiði að halda sér í deildinni og að vera miðja lengjudeildina? Ég myndi segja liðsheildin. Ég myndi bara segja margar sem hafa spilað vel og svona skipst á að taka yfir leikina. Við höfum átt bara það sem að markmaðurinn hefur tekið bara leiki og klára, við höfum átt það sem að sóknin, miðjan, mér finnst bara svona heilt yfir, þá myndi ég segja liðsheildin sem að hefur, já, komað að þeim stað sem við erum. Já. Þannig að hérna, og svo kannski ekki, maður getur nú kannski, þú veist, mér líka fundist gaman ef ég ætti að taka einhvern bara út, þú veist, og hefur mér fundist Birna Rún sem hefur verið kannski, hérna, fekk traustið
svolítið og hefur nýtt það ótrúlega vel og hefur bara verið að spila rosalega vel sem hafsend. Þannig að ég svona, hinar hafa kannski haft meiri reynslu, fleiri leiki á bakvið sig og átt marga góða leiki en svona hún hefur svona stíð upp og tekið það traust sem að henni var sýnt. Já, ég tek undir það og eins náttúrulega Elvíra Agla sem að byrjaði tímabilið að gríðarlegum krafti og kom af miklu svona afli og orku inn í liðið en meiddist það sjálfsögðu illa. Alveg, og svo erum við bara með, þú veist, maður gleymir stundum, þú veist, við erum með eins og í dag í byrjunliðinu stelpur, 2 fæddar 2008. Þú veist, við ætlum þeim að þær séu náttúrulega bara með, þær eru með marga leiki á bakinu, Akkurat. en þetta eru bara 16 ára stelpur, sko, þannig að, en liðsheildin. Já. Herðu Magga, ég vonast þess að við kannski náum að fá þig aftur í setti til okkar eftir leik. Takk hérlega fyrir þetta, ég bara, og þú bara vonandi nýtur leiksins. Takk fyrir það. Eins og ég veit þú gerir. Ekkert spurning. Takk. Og já, það er svona svo sem kunnuleg uppstilling á liði Skagamanna, Kilill í markinu og síðan það Mattisson, Anna Þóra, Birna Rún, Erla Karitas, Erna Björt, Bryndís Rún, Sunna Rún, Selma Dögg, Hanne Hellings og Vala María og á bekknum Salka varamarkmaður, Kolfinna Eir, Lilja Björk, Magnea Hugrún, Mattea Vatt og Birgitta Lilja og hjá Grindavík það Margrét Rún í markinu og það leikmenninu Rakel Lóa, Telma Sif, Arnfríður, Auður, Tara, Jónsdóttir Kolbrá, Díana Ásta, Sigrún Ösp, Hildur Björk, Lovísa og Lilja Líf og síðan á bekknum Hallgerður, Jórunn María, Tinna Jóns, Elví Rut, Elín Helga og Madeleine Robbins og María Lovísa. Eins og kom fram hérna fyrir leik að þá þetta leikur sem að skiptir máli, sérstaklega fyrir Grótta sjálfsögðu. Það með sigri eiga möguleika, svona veika von að komast upp í efstu deild. Gleymið því ekki að þær eru með jafnmörg stig og Fram, en Fram fyrir ofan á markatölunni og sjáum hérna að Mattisson hefur fengið þarna, fekk nú boltan hérna af stuttu færi fast í kinnbeinið þarna liggur eftir og hún, já, það Selma Dögg gefur þumalinn út á bekkinn, þannig að virðist vera. Já, ég var nú svo sem ekki búinn að klára þá hugsun til enda áðan að allra fyrst í útsendingunni þá benti ég á að það væri tvöföld skemmtun hjá okkur í dag og það engin spurning að klukkan 5 á Kári einnig sinn síðasta heimaleik tímabilsins. Þeir eru auðvitað búin að tryggja sig upp deild, komnir upp í aðra deildina og sjálfsögðu óskum þeim til hamingju með það, en með sigri í dag tryggja þeir sér titilinn í þriðju deildinni og það náttúrulega mjög spennandi og þeim leikmönu Sverrir Mar Smárason og Björn Þór Björnsson lýsa og það svona viðeigandi að enda tímabilið á svona tvíhöfða. En sem fyrir segir heil umferð í þessari lengjudeild sem búin að vera ansi sterk og skemmtileg í sumar. En það Grótta sem að greinilega ætla sér að sækja hérna Hildur úti í vinstra megin. Hann til varnar, Hildur kemur sinn á teginn í Sunna Rún. Nógu tími hérna kemur hann á Hanne finnur Ernu Björt. Erna Björt ætlar að leggja hann tilbaka og Völu Maríu gengur ekki. Hildur vinnur hann aftur. Hér kemur fyrsta skotið, frábær markvarsla hjá Kilill Kesvar, Arnfríður Auður Arnarsdóttir. Talandi unga og efnilega leikmenn, hún 2008 módel. Ná þetta fína skot. Sterkari þarna en Vala María, en Kilill svo sem allan tíma með þennan. Sjáum að þessu sinni, Mattisson, Schwarzenberger djúp á miðunni. Hann í hægri bakverðinum og Selma Dögg í vinstri.
Birna Rún og Anna Þóra í miðvörðunum og Mattisson, Sunna Rún og Bryndís Rún á miðjunni og þrjár fremstu Vala María, Erna Björt og Erla Karitas. Aukaspyrna dæmd hér á Ernu Björt. Grótta að sækja, þær svona koma inn í þennan leik af töluvörðum krafti. Reynum að fylgjast með öðrum leikjum. Ég vona að vinur okkar á úrslit.net þeir standi sig í dag og uppfæri þessa leiki. Sýnist þeir ætla að gera það víðast hvar. Og við munum svona vera með puttan á púlsinum þar. Fyrri leikur þessara liða í sumar fór 3-2 fyrir Gróttu. Ef ég man rétt þá var það miðju símamóti í ansi skrautlugu veðri. Og þar voru 4 mörk skoruð í fyrri hálfleik. Rebekka Sif Brynjarsdóttir skoraði fyrsta mark Gróttu í þeim leik á 34. mínútu, síðan komu 2 mörk á 2 mínútum hjá Ía, Júlíana Páletti og Erna Björt, en síðan jafnaði María Lovísa Jónasdóttir rétt fyrir hálfleik og síðan bætti hún við öðru marki þegar 5 mínútur voru til leiksloka. Það hefur einmitt eins og Magga kom inn á hérna áðan ekki verið mikið einhver svona stór úrslit, þar að segja stóra sigra, stór töp í þessari deild í sumar. Það er kannski helst að FHL hafi átt einhverja svona stóra sigra, en almennt séð hafa leikir til dæmis Skagans verið bara jafnir og skemmtilegir umfram allt. Og í góðum gæðum þessi sending hérna út fyrir Rakel Lóa, Lítið ónákvæm hérna. Bryndís fær hann hérna á rungkastinu með sem frá sér. Skagalið ætti nú að geta komið nokkuð tauga, ekki tauga óstyrkar inn í þennan leik. Það er bara pollrólegar. Bara að njóta. Svo margir kom inn á gríðarlega mikilvægt að þeim hafa verið lausar við í rauninni falldraugin allan tíman. Allt þetta, hversu mikilvægt það er. Og ÍR og Selfoss, það er nú svo sem komið á hreint að ÍR og Selfoss falla úr deildinni niður í aðra deild. Ég man nú ekki betur en að ÍR-ingar hafi komið upp með Skagaliðinu núna síðasta haust. Þannig að það er ólíku að saman að jafna hjá þessum tveimur liðum. Það er það Gróttuliðið. Sigrún Rakel og skiptingin hérna yfir til vinstri. Telma og til vinstri. Arnfríður
Arnfríður gerir þetta vel, kemur inn á völlinn, hann er að stoppa hana. Vala María síðan hérna með sendingu fram, hittir ekki samherja. Bryndís setur hann út til hægri og þessi að leka bara út af. Telma kastar inn á miðsvæðið á Klöru. Hún tilbaka á Sigrúnu. Sigrún Öfse með langan bolta fram á díinu, hún leggur hann tilbaka á Arnfríði. Kolbrá Una setur hann síðan út fyrir þarna. Sunna tilbaka á Bryndísi sem að setur hann í fyrsta upp í hornið. Erna Björk, ekki rángstæð, það að taka hann niður, kemur inn á völlinn, leggur hann síðan hérna út á Sunnurún. Sunna tapar hann aðeins augunum á boltanum hérna en er ennþá með hann, leggur hann stað upp í hornið. Leggur hann síðan tilbaka á Selmu, hún á Bryndísi. Bryndísi róar þetta niður, Anna Þóra síðan með langan bolta inn á tegin en þetta er beint í fangi á Margréti. Kannski þarna ekki alveg nógu farið, ekki nógu vel farið með góða stöðu sem að Skagalið var komið í hana. Kemur Skagalið í háa pressu. Telma finnur ekki samherja en Birna Rún hörður þennan. Birna lyftir þessu fram kantinn og vinnur innkast. Þegar af Hildi Björk út af. Sunna nær boltanum að díinu þetta. Sunna með framkantinn á Völu Maríu. Aðeins og framalega og frábærlega gert þarna hjá Telmu Sif. Nær að halda Völu þarna fyrir aftan sig og skýli boltanum aftur fyrir. Pressan að virka hjá Skaganum hérna, vinnan framalega, Vala með nógan tíma. Kannski aðeins og mikinn tíma eða hvað, kemur boltanum síðan inn á tegin og þarna vilja Skagamenn fá hendi. Ég er ekki frá því að og Anna Þóra síðan að næla sér í gult spjald væntanlega. Sjáum þetta aftur hérna, virkaði eins og boltinn færi þarna í hendina. Nú veit ég hreinlega bara ekki lengur. Ég er búinn að koma oft inn á það í útsendingum að það er þessar reglur hendi eða ekki hendi. Þarna virðist boltinn fara af í höndina og mér syndist að vera Sigrún Ösp en hún var að gera sitt allra besta að koma hendinni frá. Kannski er það nóg. Þannig að þetta er augljóslega ekki viljandi hendi ef hún er að reyna að forðast það. En hvað veit ég? Það er ákaflega takmarkað á við. Það er að Hildur fyrir Gróttu. Inn á miðsvæð, fær hann aftur. Arnfríður síðan tilbaka á Telmu. Fær róa þetta niður. Þetta er vel spilað hjá Gróttu konum. Birna gerir þetta vel. Finnur Ernu Björk, hún kemur ekki úr rangstæðunni. Tæp samt var hún. Sunna Rún reynir að setja hann hérna inn fyrir. Vala María komin inn fyrir. Vala María Sturludóttir og frábærlega var í hjá Margréti. En Vala vinnur boltan aftur. Fyrsta almennilega dauða færið í þessu leik. Hanne upp af endamörkum sem kemur boltanum fyrir. Það er skall þetta frá. Mattisson með, Sunna Rún með frákastið. Sunna setur hann síðan inn að markinu en Margrét bakkar frábær. Sjáum við þessa sendingu hérna. Og Vala María aðeins þröngur vinkillinn hjá henni en Margrét gerir þetta virkilega vel í markinu en klárlega besta færið í leiknum
Og það eru heimakonur sem að eiga það. Hildur með pláss núna hérna úti vinstra megin. Komin inn fyrir Hanne. Hildur með boltan út í tegin. Mattisson tekur hann niður. Mattisson finnur Völu Maríu. Vala og Vala gerir þetta frábærlega, finnur Mattisson aftur. Mattisson vill sjá hlaup hérna inn á fjær og Erla Karítas í baráttunni og missir augun á boltanum. Og það er aldrei að lifna yfir þessum leik hér. Og þá kemur Arnfríður fyrir Gróttu. Reynir sendinguna yfir á Hildi, gengur ekki, hann vel staðsett. Og kemur sjálf. Og þetta bara pína breytast í smá bortennis núna. Og Margrét getur núna aðeins að róa þetta niður. Sjáum aftur þetta upplaup hérna. Sjáum að boltinn einhvern veginn skoppar hérna aftur fyrir Erlu Karítas og hún næri ekki að gera sig mat úr þessu. En fínasti kafli hjá heimaliðinu hérna. Vala María. Tilbaka á hann með boltan inn á tegin. Erna Björk fleitir honum áfram. Erla Karítas nær skoti eða svona því sem næst. En það er að ná að ógna vel hérna upp hægra megin skalið. Erla Karítas nær að komast fyrir þessa sendingu þarna. Síðan kemur fyrir gjöfin Vala María með pláss. Vala nær að taka niður og fyrir skotið. Nær ekki að stýra þessu á markið en Erla Karítas við það að ná boltanum aftur. Já, vel gert hér. En sömuleiðis vel gert hjá Gróttuliðinu að vinna boltan hér. Tara tilbaka. Það er smá ró yfir leikinn hérna. Styttist í að það verði gert hlé á leiknum hérna. Til minningar Bryndísi Klöru Birgisdóttur. Já, falleg stund og við auðvitað vottum aðstandendum Bryndísar Klöru okkar dýpstu samúð að sjálfsögðu og vonum leið að einhver bót finnist á þessari svona hættulegu þróun sem að virðist vera að eiga sér stað í íslensku samfélagi. En þá er leikurinn kominn aftur af stað. Hann kemst fyrir þessa sendingu frá Hildi
Bara kemur boltanum hérna fram, Gróttuliðið, þar eru 3 á móti 4 hérna, Arnfríður skiptir yfir til hægri, Kolbrá og hún út til hægri, kemur fyrir gjöfin, boltinn fleytist þarna í gegnum pakkan, Hildur vala til varnar, Hildur fer næst skotinu hérna og já, Kíli varði þennan, hann var nú reyndar alltaf á leiðinni framhjá, en annað skot sem er Hildur sem að nær þessu skoti og boltinn er á leiðinni framhjá, en Kíli tekur engar áhættur. Staðan ennþá 0-0 í öllum leikjum sem að við vitum um. Kemur horni, þarna er stór hætta og það virðist nú vera að Sigrún Ösp hafi nú lendið þarna saman við Kílil. En ekkert dæmt, Mattisson hreinsar þetta síðan frá. Það er Díana komast hér í fyrirgjáfstöðu, Sunna Rún er fyrir og boltinn berst til Kílil Kesvar í markinu. Já, og við erum að fá einmitt fréttir af því að Fram er komið yfir gegn FHL, sem eru slæma fréttir fyrir Gróttu. Kílil sem að spyrnir hérna fram, Hildur svona aðeins fallið aftar því sem að liðið hefur á fyrir hálfleikinn. Hún byrjaði mjög framalega en þær eru að bregðast við hérna. Vala María var að komast og svo sem Skagaliðið að komast oftar en ekki fram hérna hægra megin, þannig að nú þær var brugðist við því. Spurning hvort að Skagaliðið reynir þá, fer þá kannski að reyna fyrir sér meira vinstra megin, en það hefur ekki ennþá umannlega gerst. Erla Björk með frábæra móttöku, finnur Völu Maríu. Erla Karitas kemur inn á nærstöngina. Vala ná að loka á hana hérna, Sunna aftur á Völu. Vala síðan út á Hanne, þetta er vel spilað. Hanne með fyrirgjöfin, hún er á vinnalega. Og Margrét í smá vandræðum hana. En hana sveik fyrirgjöfin. Kemur Arnfríður, gríðarlega sterk Hanne, nær ekki að halda aftur af henni, þarf að brjóta. Hvílíkur kraftur í þessari stelpu, Arnfríður Auður Arnarsdóttir. Við erum að tala um að það er hérna 6 ára munur á þessum tveimur og Hanne á bara eiginlega ekkert, hefur ekkert í henni að gera þetta. Hún sýnist hún ætla nú bara að taka þessa spyrnu sjálf. Og aukaspyrna á stórhættulegum stað. Í rauninni, ég gat ekki séð að Hanne hefði fengið neitt spjald þarna sem að hefði nú verið ekkert óeðlilegt við. Já, það er Arnfríður Auður Arnarsdóttir sem ætlar að taka þessa spyrnu bara sjálf. Og kemur skotið, það er allan tíman á leiðinni yfir og framhjá.
Kýlíl þrýstir liðinu framar. Barátta í miðjurhringnum, endar með því að Mattisson nær að taka bolta niður. Út á Selmu, Selma spila tilbaka. Anna Þóra. Þannig að finna Erlu Karitas gengur ekki, Sunna tekur frákastið. Sunna leggur hann tilbaka hérna, tæft á Selmu sem gerir vel og finnur Sunna aftur og hún aftur á Selmu. Hún á Erlu Karitas og þá Sunna þessi sending og vinnalega fer af varnarmanni og hornspyrna. Já, virðist stefna í það að framarar, eða framkonur fari aftur, eða fari upp í efstu deild og þær eru bara vel að því komna. Mjög metnaðarfull starf í kringum kvennaboltann hjá Fram. Hér kemur hornspyrnan og boltinn siglir inn í teginn. Selma Dögg í skotið að bjarga á línu og það er aftur bjarga á línu. Hvað er að gerast? Sunna Rún síðan fyrir skotið í varnarmann. Og Erla Karitas á vilja að fá hendi og nei, þær fá hendi, dæmt hendi á Skagan. Herðu þetta, við þyrftum nánast að fá þetta bara á pínlíti. Sjáum hérna, hornspyrnan er hættuleg. Fyrst skot frá Selmu og það er varið og svo er varið á línu. Og það var ekki Lilja Líf sem að varði þetta skot þarna á línunni. Já, hérna hér bestu færin hafa verið Skagakvenna í þessum leik 25 mínútur liðnar, staðan 0-0 en hörku hressilegur leikur hér á laugardegi. Hámer spilaði yfir Rakel með langa bolta yfir á Hildi sem er aðeins svona að hætta sér aftur framar hérna. Hanne gerir vel. Arnfríður kominn hérna á hægri fótinn, fer í skotið, máttlítið í nærhornið og Kýlíl ver það nokkuð þægilega. Kýlíl með langa spyrnu fram, þarna er hendi. Já, það hlaut nú að koma því. Kolbrá og uppinn hérna. Já, ég minna að hérna kannski þegar að flauta verið til hálfleiks að áður en að við förum í hléð á náum við vonandi að spila viðtalið við sem ég tók við Bryndísi Rún fyrirliða hérna fyrirleik. Bindum vonir við það, þannig að endilega fylgist þið með því. Það minni enn og aftur á leik Kára og Augnabliks sem verður hérna klukkan 5 í dag. Möguleiki á verðlaunahendingu. Við erum svo vonast til þess að allt spilist á rétta veg og að þeir fái að lyfta bikarnum hérna á heimavelli. En hér kemur spyrnan inn á teginn, skalla frá. Hildur Björk. Beint á Sunnu Rún sem að sendir hann tilbaka á Birnu. Birna síðan kemur Erlu Björk. Hún tilbaka á Mattisson. Mattisson finnur Völu. Vala tilbaka á Hanni. Aðeins ónákvæm sending. Arnfríður bakkar vel. Kemur sendingin fram. Birna í barðu Díanu. Díana hefur betur. Og Díana svolítið einmanna þarna að fara að snúa. Leggur hann yfir. Lovísa tilbaka á Kolbrá. Lilja aftur inn á Kolbrá. Kolbrá nær að setja þetta út í teginn og þetta er hörkufæri hjá Díanu Ástu sem að nær engan veginn að stýra þessu á markið. En fínasta sóknar uppbygging hérna hjá Gróttuliðinu. Og þetta er bara dauðafæri. Birna Rún reyndar gerir vel í að loka á hana þarna.
Já, og Framarar komnar í 2-0, það er bara hátíð í Ólafsárdal. Og auðvitað FH-liðið náttúrulega ekki sama FH-lið og hóf þetta tímabil og náði þessari gríðarlegu forystu og þeir stungu af, voru algjörlega í sérflokki en síðan hafa sölur á leikmanni hér aftur á móti færi að myndast. Já, eftir að hafa mist eða gefið frá sér leikmenn þá og í rauninni eftir að þær voru búin að tryggja sig upp þá þetta bara langt frá að vera sama lið og Framarar kannski að njóta góðs af því að þessi leikur skiptir FH litlu máli. Þær eru deildarmeistarar og við óska þeim að sjálfsögðu innilega til að hamingju með það. Nú sjáum við aftur hérna þegar að Díana nær bara ekki krafti í skoti þarna. Þetta fínasta færi á báða bóa, ekkert mark hins vegar ennþá hálftími í liðin. Kastar hann beint á Arnfríður, tekur boltan og setur hann inn á miðsvæði Lovísa en Skaginn búinn að vinna boltan aftur. Bryndís og Mattisson, Önnu Þóru. Vel lesið þarna hjá Rakel Lóu, að halda þessu inn á og Kolbrá, sendingin upp í hornið, Lovísa. Það Díana fyrirgefið, Díana Ásta heldur þessu inn á. Og Selma gerir þetta ágætlega en þær eru ennþá með boltan. Kolbrá nær ekki að stýra þessu inn að markinu. Vala María síðan kemur með boltan út úr vörninni. Vala nær ekki að finna Erlu Björk þarna. Já, það er komið mark í kórnum, HK 1, IBVF 0. Það er aftur á móti ekkert sérstaklega frétti fyrir IA en ekki að það skipti nákvæmlega öllu máli en vinni HK sinn leik þá mun IA áfram sitja í 5. sætinu. Gleymið því svo sem ekki að IBVF gæti komist upp fyrir IA líka. En mikil barátta hérna, Anna Þóra nær síðan að hreinsa þetta frá. Já, IBVF getur auðvitað í rauninni endur hent 5. sætið af Skagaliðinu sem að fór til Eyja og já, í rauninni tapi IA og IBVF gerir jafntefli eins og að þá getur IBVF endur hent sætið af Skagaliðinu. Þannig að það er stutt á milli og það er það sem er gaman við þessa deild. Búin að vera nokkuð jöfn þrátt fyrir að kannski IR og FH hafi svona skorið sig úr á sitt hvorum enda deildarinnar. En að öðru leyti þá er bara ekkert langt síðan að liðið bara í 8. sæti átti enda möguleika að fara upp og liðið í 3. sæti átti enda möguleika að falla. Þannig að þetta er búið að vera magnað. Já, það er bara svona, Fram 3, FH 0. Það er bara sigurhátíð hafin hjá Frömmurum. Og hver veit hvort að næsta haust geti Skagaliðið verið í þeirri stöðu eða nær þeirri stöðu. Við skulum bara vona að Skagaliðið haldi áfram að taka skrefi rétt átt og frammistaðan í sumar held ég að hafi, já, svona allavega gefið mörgum leikmönnum svona þau skilaboð, herðu, það er bara
það bara í fínu lagi að vera áfram á skaganum þrátt fyrir að lið í efri deild séu kannski að bera víurnar í einhverja leikmenn sem að mér þykir ansi líklegt að sé. Kemur sendingin frá Madison en vel gert þarna hjá Rakel Lóu sem setur boltan aftur fyrir en síðasta hornspyrna skagamanna skapaði stórhættu. Hörku fín mætingur í stöðra Gróttu megin og gaman að því. Kemur Sunnarún með hornspyrnuna. Þetta inn á Martein. Bryndís skallanum hættir í stöngina. Bryndís tekur síðan frákast hér, setur hann yfir á fjær. Selma Dögg í skotið en alveg himinhátt yfir. Það í rauninni alveg lygilegt að það skuli ekki vera komið mark í þennan leik. Hörku skalli Margrét svo sem í þessum bolta. En Selma nær ekki að komast yfir boltan hérna. Já. Okkur boðið upp á skemmtun hérna. Flottur fótboltaleikur. Og ég held að Gróttuliðinu ólöstu að þá myndi ég nú vilja meina það að skagaliðið búið að vera þó sterkari aðilinn í leiknum. Það náði að ógna meira og betur Skaginn á þennan mentanlega, já. Skert hjá Erlu Karítas. Framarar 4, FHL 0. Já, hérna hér, það spurning hvort að FHL hafi verið að fagna deildarmeistaratitlinum bara í gærkvöldi og fram að nótt, ég veit það ekki. Það kemur sendingin inn á fjær. Vala María nær skotinu en það mátt lítið. Það verður forvitnilegt þetta sjá í rauninni FHL liðið á næsta ári. Hvort að ég var nú einmitt sjá með þetta frábær sending en sko mér var mikið hugsað til þess þegar þeir voru að láta frá sér þessar 2 markahæstu leikmenn sína sem voru náttúrulega bara í algjörum sérflokki í deildinni að hvort að þær væru sko hvernig í rauninni þorðu að missa þær fyrir næsta tímabili í rauninni. Ég skilst nefnilega að þetta hafi ekki verið lánssamningar, þetta séu bara hreinlega félagaskipti en kannski er hérna frábærlega gert hjá Völu Maríu. Vala María með sendingun út í tein. Bryndís lætur hann fara. Erla Karítas vantar stuðning hérna. Nær að komast í skotið og Margrét Ver. Erna Björk tekur frákastið út á Völu. Vala með hann inn á tegin. Það er ná að reynsa þetta frá. Og Díana tekur frákastið og ber hann af stað. Sunna María eldir. Anna Þóra rekur hana út til hliðar hérna. Það að skila sér. Lovísa fer í skotið, slána. Hvað er að gerast í þessum leik? Það er bara dauðafæri á báða bóga. Sjáum hérna fyrst. Þetta skot Lovísa Davíðsdóttir skefing hérna. Og spurning hvort við náum að sjá skotið hjá Kæju hérna þá núna. Vala María er búin að gera þetta frábærlega hérna og þetta færi virtist vera svona runnið enn úr greipum en frábærlega gert að koma skotinu hérna á ramman en vel varið hjá Margréti. Og þá var það hotspyrna frá Gróttu. Ótrúlegt að það sé ekki komið mark í leikinn. Ætla ég að leyfa mér að segja. Kemur hotspyrnan og þarna fellur ein skagakonan við. Sigrún
Lilja Líf nær ekki komast fram hjá Bryndísi Rún sem að hreinsar þetta síðan frá en ekki langt. Tara fær hann aftur hérna. Inn í áttina að teiknum. Anna Þóra beint í hreinsunni. Það er nú meiri tíma að hana. Arnfríður leggur hann tilbaka. Arnfríður kominn aftur á boltan. Frábærlega gert. Erna Björk hérna vinnur tilbaka. Tapar boltanum. Díana Ásta vinnur hérna vel tilbaka. Og staðan orðin 5-0 á framvellinum. Þetta er eiginlega að verða svona hálf pínlegt. Engin mörk önnur komin í lengjudeildinni svo ég viti til. Já, fyrir utan auðvitað HK sem er að vinna sinnleik 1-0. En Lovísa hann eftir hann að hafa alveg yfir. Mattisson gerir þetta vel. Hún er hörku góð í þessari stöðu að verja vörnina. Það verður einmitt gaman að sjá hvort að Skagaliðið reynir ekki að svona upp á að halda stöðuleikanum að því að erlendu leikmennir hafa alveg klárlega styrkt liðið á þessu tímabili, bæði Juliana og Mattisson og Hanne. En svo er náttúrulega alltaf spurning þá með Kilín. Við erum með efnilegan markmann í rauninni á bekknum, Salka Hrafs, sem þarf auðvitað að fá sín tækifæri en finnst líklegt að það verður gaman að fylgjast með því í vetur. Væntanlega verður reynt að ganga frá því bara á haustmánuðum. 5 mínútur eftir eða 4 verður alveg klálega 1 mínútu bætt við allavega, myndi ég halda, fyrir stoppið þarna á 17. mínútu eða eftir 17 mínútur. Kemur skotið beint á Kilíl. Það verður að svona þannig séð þægilegt fyrir Kilíl. Þetta eina skot sem að fór hérna í slanna. Frábær sending frá henni hérna á Völu Maríu. Ég veit að það er búið að vinna gríðarlega mikið í þessu með henni í sumar. Þorsteinn búinn að gera góða hluti með báða markmenn Skagans varðandi í núið. Selma Dögg Þorsteinsdóttir að fá gult spjald fyrir, fyrir hvað? Ég er ekki alveg viss. En þetta var eitthvað sem að fór fram hjá mér allavega. En leikurinn verið vel dæmdur, ætla ég að leyfa mér að segja. Díana komin hann inn fyrir Hanne nær að komast inn fyrir hana og síðan Sunna tilbaka á Birnu og Kilíl með vinstri að þessu sinni. Hann er ekki samverja en Sunna á annan boltan út til hægri á Hanne og hver að spila tilbaka á Kilíl. Anna Þóra, langur bolti, Bryndís eltir en Sigrún Ösp, já, byrju, Bryndís vinnur boltan að henni, finnur Ernu Björk og Erla Karitas inn í áttina að Völu Maríu. Nær ekki að finna hana en Hanne gerir þetta frábærlega hérna, kemur boltanum aftur inn á teiginn, skallað í, horn. Rakelóa setti þennan aftur fyrir, fáum við horn frá hægri. Það er Erla Karitas eða Kaja, og svo er almennt kölluð, tekur það. Væri ansi þægilegt að fá mark hérna alveg undir lok hálfleiksins.
Kemur hornspyrnan frá Kæju. Það út í teginn, Birna Rún nær skotinu inn í pakkan. Vandræði að koma þessu frá. Selma Dögg fellur þetta við en það gerðu fleiri, sýndist mér Sigrún Spöymynd líka en ekki dæmt. Og það er spurning að Birna, já, hún býður, þetta er skynsamlega gert. Þetta er ekki staðurinn fyrir Hafsendin að vera að taka innkast í þessari stöðu. Mattisson yfir á Önnu Þóru. Anna finnur Sunnu. Tilbaka á Birnu, þetta er gríðarlega vel leyst. Hann er með flottan bolta á Völu Maríu. Vala fer þá í árásina. Telma nær að komast í boltan en á síðustu snertinguna og innkast þarna vantar Júlíönu Páletti en mér sýnist Mattisson ætlaði sér að gera mat úr þessu. Nú sétt Júlíönu kasta langt, það er spurning hvað Mattisson gerir hér. Já, fínasta kasti á henni og boltinn ná að koma honum út úr teignum, hann er í fína pressu og Rakel Lóa kemur þessu síðan frá. Anna Þóra róleg, kemur hann á Sunnu Rún, Sunna snýr. Finnur Bryndísi. Bryndís með nánast blinda sendingu inn fyrir á Völu Maríu. Vala María nær að vinna hornspyrnu eða hvað? Nei! Boltinn fer af Völu og aftur fyrir. Og spurning hvort ég get fengið staðfestingu tæknimanns á því að við getum spilað viðtalið. Já, það virðist vera. Þannig að þegar að ég dreg mig í hlé hérna þá spilum við viðtalið sem ég tók við Bryndísi Rún Þórólfsdóttur hérna rétt fyrir leik. Þannig að endilega fylgist með því áður en þið farið að ná ykkur í kaffibolla eða drekka teið ykkar eins og Bjarni Fel sagði hérna þegar spurning hvort einhver fær sér með því, sko, þetta er þannig tímasetning, sko. En hér er flautað til leiksloka fyrri hálfleikur sem er bara hreinlega frábær fyrri hálfleikur á enda hér. Ótrúlegt að staðan sé 0-0 og já, við hérna skulum heyra hvað Bryndís Rún hafði að segja, síðan tökum við okkur hlé og komum aftur með síðari hálfleikinn eftir cirka bát 15 mínútur, ekki fara langt. Já, Bryndís, þá er að loka umferðina og enn eitt tímabil á enda hjá þér. Svona, hvernig gerir upp þetta tímabil svona í heild? Þegar ég horf á þetta tímabil þá er ég bara ótrúlega sátt. Liðið er bara búið að standa sig vel, við vorum alltaf að koma upp um deild og það getur verið erfitt að koma upp deild og þessi deild er alltaf að vera sterkari og sterkari, þannig að já, við erum mögulega að enda í fjórða sæti, þannig að við bara, já, sáttar með það. En svo segir, frábær árangur hjá liðinu og er örugglega betri heldur en margir af stuðningsmönnum þorðu að vona fyrir tímabil. Hverju þakkaru í rauninni þennan árangur? Ég myndi segja bara fyrst og fremst bara við vorum ógeðslega duglegar á undirbúningstímabilinu, bara allir hópurinn, bara lögum þvílíkt mikið á okkur og nýtt þjálfarateymi kemur inn bara með nýjar áherslur og bara svona, já, kannski nýjan standard eða svo má segja, sem að þurfti að því við fórum upp deild, þannig að Nú ert þú ein af reynslumestu ef ekki reynslumesti leikmaðurinn í þessum hóp og þegar að einu tímabili lýkur í kvennaboltanum þá kemur alltaf svona uggur af mörgum stuðningsmönnum. Hvað verður elstu, reyndustu leikmennin okkar? Ert þú eitthvað farin að hugsa framhaldið? Já, ég er allan samningsbundin eitt árið viðbót, þannig að ég horfi bara á það og byggja á þetta tímabil og vonandi getum við gert ennþá betri hluti á næsta ári. Þannig að ég allan að já, stefna það. Frábært, takk fyrir það. Takk fyrir.
Já, komið sæl aftur áhorfendur góðir. Það framöndan hér síðari hálfleikur í leik á Gróttu í lengjudeild kvenna. Hálfleikstölur annars staðar, Selfoss 0, Grindavík 0, HK 2. IBVF 0, það virðist vera að HK-ingar ætla bara að festa sig í sessi þarna í 4. sætinu og bara verðið þeim að góðu, segi ég. ÍR að halda afturheldingu í 0-0 hér í hálfleikeinni og en staðan hjá Fram og FHL, hvað var nú, 5 eða 6? 5-0 og hér staðan 0-0, það er ekki mikið að skora nema þeim er mjög misskipt mörkunum. Síðan er auðvitað hafin umferðin, næstsíðasta umferðin í 3. deildinni sem við fáum einmitt hérna, við verðum með beina útsendingu klukkan 5 frá leik Kára og Augnabliks sem er síðasti leikurinn í þessari umferð. Vængir Júpiters og Sindri, þar er staðan að því ég held 0-0, það er nú ekki áreiðanlega tölur hér. Víðir Garði 1-0 yfir gegn Magna í hálfleik, Hvíti Riddarinn 1, IH 1 í hálfleik og Elliði og Árbær þar, ég veit ekki betur en að staðan þar sé 0-0 en Víðir Garði, eins og ég segi, að vinna sinn leik sem þýðir að Káralið þarf að vinna sinn leik í dag til þess að tryggja sér titilinn í deildinni eða ná jafntefli í rauninni. Jafntefli dugar, virðist vera klári Víðir sinn leik með sigri. Þannig að endilega bara, það er ekkert betra að gera á haustinn á laugardegi en að liggja heima og horfa á IA-TV-ið sitt. Og engar breytingar á liðunum í hálfleik. Við förum eldsnögt yfir lið heima kvenna. Kilil Kesvar í markinu, síðan eru þær í meiri vörninni Anna Þóra og Birna Rún. Hanne í hægri bakk, Selma Dögg í vinstri, inn á meiri miðjunni Sunna Rún, Bryndís Rún og Mattisson Brúk. Spurning hvort hún ætti að láta breyta nafni sínu í Rún líka, það væri flott að vera með það tríó á miðjunni, en það er bara svona hugmynd fyrir seinni tíma. Og fremstu þrjár, Vala María, Erna Björt og Erla Karitas. Hjá Fram er Margrét Rún í markinu, í vörninni Rakel og Telma Sif og bakverðir Lovísa og Lilja Líf. Aðri leikmenn Arnfríður, hér kemur fyrst hotspinnan og Mattisson með skallanum beint á Margréti. Arnfríður Tara, Kolbrá Una á miðjunni, Sigrún Ösp vissulega í vörninni líka, já, og Díana Ásta frammi og Hildur Björk út í vinstra megin. Engar breytingar á hvorugu liðinu í hálfleik. En á bekknum hjá IA sem við bara rétt rennum yfir það og þá er auðvitað Salka Hrafs. Við Díana Ásta komið hér inn á teiginn, hótar skotinu. Fer síðan í skoti Birna nær þá að loka á hana og og Birna fer aftan í hana hér og það er dæmt vítaspyrna, ég held. Og mér sýnist á Birnu, ekki það að hún er almennt séð kurteis, en ég held að hún viti að þetta er réttu dómur. Sjáum hérna fer hún í hægri fótinn á Díunu sem gerði þetta vel. Og þær eflaust vita hvernig staðan er í Úlfarsárdal og vita sem er að þær eru ekki á leiðinni upp í bestu deildina. Kilil Kesvar klár. Og hver er það sem að tekur spyrnuna? Er það Arnfríður. Gerir það og skorar af miklu öryggi. Yngsti leikmaður Gróttu, Arnfríður Auður Arnarsdóttir að skora og henni vel fagnað hér af þetta Kilil í rampott. Hún að skora, þetta er 8. markið hennar í deildinni í sumar. Skoraði hún 1 mark í Mjólkurbikarnum í 3 leikjum. Greinilega efnilegur leikmaður þarna á ferð. En
Það er eiginlega ekkert hægt að segja hvað er sanngjarnt og hvað er ósanngjarnt. Fyrri hálfleikurinn var í rauninni frábærlega spilaður að báðum beggja hálfu. Þó að Skagari reyndar fekk hættulegri færi og er rauninni alveg ótrúlegt að það skuli ekki hafa skorað í fyrri hálfleik. En Grótta fekk bara líka sín færi og hefði hæglega getað skorað, þannig að 0-1 fyrir Gróttu er ekkert endilega eitthvað þannig séð ósanngjarnt. Það sem mestu skiptir er að þessi leikur er einstök skemmtun. Skalið að vinna hornspyrnu, það ætla að reyna að svara þessu strax hérna. Þetta stutt, Sunna Rún, Sunna komin hérna inn á tegin, leggur hann út á Hanne fer í skotið, en Margrét vel staðsett í markinu. Já, skemmtileg útfærsla hérna á þessari hornspyrnu. En vantar bara einhvern veginn kraftinn auðvitað og aðeins stefnuna aðeins meira út í hornið. Það koma Gróttukonur. Lovísa færi sig aftur hérna til vinstri, en svo til hægri. Rakel tilbaka á Margréti. Margrét Rún 19 ára í markinu á þessu ári. Koma Gróttukonur, Arnfríður missir hann frá sér þarna þegar hún er í rauninni að fara í skotið og boltann síðan spind í Atla Björn dómara. Hei. Kemur Skalið, hann reynir langa sendingu fram, finnur Erlu Karítas eða hvað? Nei. Það var að koma þessu frá. Þetta er svo sem að koma að Margrét Rún í markinu, ekkert endilega háastasti markmaður sem ég segið, en gríðarlega örugg. Nú virðist vera tæknilega góð í markinu. Það er ekki endilega alltaf allt unni með hæðinni. Já, Gróttuliðið ætlaði greinilega að selja sér dýrt hérna í síðari hálfleik þó að þær viti að sigur hér kannski gerir lítið annað en að gefa þeim pínu stolt hérna í lokin á þessu tímabili. Klárt mál að það eru efnilegir leikmenn á leiðinu upp hjá Gróttu og hérna erum við Anna Þóra orðið fyrir smá hnjaski hérna og vill fá aðstoð. Kemur Eva María Jónsdóttir til skjalana. Þetta áhorfendum í TV svona diggum, sko. Við erum að tala frá upphafi, mjög góðu kunn. Þetta fyrir leikmaður meistaraflokks í að já, fekk smá kælingu þarna. Mættalega þarf hún að koma inn á hlíðalínu. Allt gert eftir kúnstarinnar reglum. Það er að koma inn á Kílíl. Boltinn fram. Mattisson aftur að fá hann í andlitið. Þessu inn í nefið.
Já, höfum að bekkurinn hjá IA og Þorsteinn að þessu sinni sem að kalla vill fá liðið framar. Það er að halda þéttleikanum. Það er gert hjá hann Erna Björt tilbaka á Sunnu, fær boltan aftur. En lokað á hana hérna. Vel spilað, Vala á hann en hún vinnur vel tilbaka hérna. Lovísa kemur boltan tilbaka á Margréti sem að spyrnur hún síðan út af. Lilja Björk og Kolfinna Eir farnar að hita upp hjá fyrir Skagan. Allur varamannabekkur Gróttu í uppbytun. Sem sjáum hérna, þetta með Selfoss að komnar yfir. Nei, má ég sjá hvernig var þetta, getum við kannski fengið þetta aftur, Grindavík að komast yfir gegn Selfoss. Þetta sumar hjá Selfossi, þvílík vonbrigði held ég hljóti að vera ótrúlegt fall eins og Magga kom inn á hérna. Þetta er nú sama sem gerðist fyrir KR. Þetta er hann bara vonar að þær finni síðan. Það er ekki langt síðan þetta lið bara, manni fannst þetta lið var bara í möguleiku að vera Íslandsmeistarar og Erla Karítas að skora hér upp úr engu. Jafnar fyrir IA. Við erum að sjá aðdragandan að þessu aftur. Erla Karítas Jóhannesdóttir. Þetta er hennar 9. mark í deildinni í sumar. Sjáum þetta hérna, það er Mattisson, einföld leið og gerir þetta er mistök þarna. Það eru mistök Rakelar Lóu sem að búa þetta til fyrir hana, en 1-1. Loksins erum við farin að fá mörk hérna úr færunum. Kilil sparkar þessum upp í loft. Fyrsta skipti í dag. Held ég sem að þetta gerist. Og það ber að vera síðasti séns fyrir mann að koma með tillögu til KSÍ það hvernig og bara alþjóða knattspyrnusambandsins hvernig á að taka á þessu þegar að boltinn fer upp í loft. Ég vil sjá hreinlega sóknarliðið bara fá boltan í staðan fyrir að vera með þessa innan gæsalappa drengskapar aðferð að spilna boltanum alla leið yfir völlin að hreinlega bara að liðið sem að á boltan fáir hreinlega bara dómarakastið í rauninni bara þar sem að boltinn fór upp í loft og þá kannski hér kemur sendingin í gegn. Erna Björt reynir að finna Völu Maríu og Margrét sýnir hugrekki þarna kasta sér á boltan. Skemmtileg snerting hérna hjá Ernu Björt takki eftir henni Selma með geggjaða sendingu. Óvænt þessi sending hérna frá Ernu örlítið og framalega þetta en hugmyndin gríðarlega skemmtileg. Já, ég ég hvet eindregið til þess að þar sem að þetta dómarakast ég myndi halda það að þetta væri það bara reglan skýr að það á að vera dómari lætur boltan falla en það ég hefði nú haldið að KSÍ þyrfti ekkert leyfi fyrir því að setja það í hendur á dómurum og þjálfurum og leikmönnum að breyta í rauninni framkvæmdinni að því leytum til að eins og ég segi að bara sóknarliðið fái boltan þar sem boltinn fór upp í loft en hér er hörkusókn hjá Gróttu. Vilja Líf reynir fyrir gjöfina, Anna Þóra nær að vera fyrir og hornspyrna dæmd. Svo ég klára þetta myndi allavega verða til þessa lið sem að maður hefur séð þróunina í þá átt að eru farin að kannski viljandi að spyrna boltanum upp í loft frekar en út af þegar þau eru undir mikill pressu inn í eigin vítateig og þetta geti kannski verið svar við því. Hver veit? Taka þetta stutt hérna.
Lovísa, síðan kemur boltinn inn að markinu, Kílíl, sjáum að Sunna hérna með pláss vinstra megin, Kílíl ætlar að spyrna þessu fram, finnur ekki Samherja og Arnfríður undir pressu frá Mattisson hérna og sendur hann alla leið tilbaka, Margrét þarf að koma hérna vel út úr teignum og setur hann upp í loft og þurrkar aðeins af hérna. Þá fær Kílíl spyrnir þessu fram, Erna Björk kemur og tekur hann niður. Mattisson reynir sendingun upp í hægra hornið, gengur ekki en Sunna Rún tekur frákast. Hanne þarf að snúa við, skiptir yfir til vinstri á Önnu Þóru, Selma Dögg síðan hérna út í hliðalínu, fær hann, Sunna og brotti síðan á Selmu, eða hvað, ekki dæmt. Ef þetta er hagnaður þá var hann kannski ekki merkilegur. En Lovísa liggur hérna eftir, hún staðinn á fætur. Anna Þóra með langan bolta fram, Rakel að skalla frá, Erla Karitas nær ekki að leggja hann fyrir sig, Bryndís gerir það hins vegar, komin inn á tegin eða hvað, nei það ná að verjast þessu, Mattisson gerir vel, fyrir skotið, beint á Margréti. Já, það er aldeilis stuð í kórnum líka, mörk á færibandi, HK 4, IBVF 0. Þannig að ekki er IBVF að fara upp fyrir okkur sama hvernig þessi leikur fer. Þegar ég segi okkur þá meina ég að sjálfsögðu IA, en það sé alveg á hreinu. Sunna skiptir yfir á Selmu. Erla Karitas gerir þetta vel. Já, undan Rakelu í boltan, komið með sendingunni inn á fjær, þar er Vala María en nær ekki að stýra þessu aftur fyrir markið og markspyrna dæmd. Víðismenn ennþá 1-0 yfir gegn Magna. Það er kannski sá leikur einna helst sem að hefur áhrif á leikinn hjá Kára og eftir svo sem. Eins eru IH að vinna Hvítarittarinn 3-1 á Döðli. Það er sem sagt, já ég minna á, Kári Augnablik klukkan 5 í dag, það Smári, það er nú sonur hans, Sverrir Mar Smárasson og Björn Þór Björnsson sem ætla að lýsa þeim leik. Hér úr Akraneshöll. Styttist síðan auðvitað í það að körfuboltatímabilið fari af stað. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með framgöngu Skagamanna í fyrstu deildinni. Spennandi tíma framundan, nýr þjálfari og búið að ganga frá leikmannamálum að mestu leyti. Það er spennandi að sjá hvort að þeim tekst að halda áfram að skríða upp á við. Virðist vera að þeir munu mögulega spila sína leiki ef vera fluttir aftur á Vesturgötuna ef allt fer að óskum. Erla Karitas lyftir þessu inn á teginn, skalla frá. Sigrún Ösp. Sunna leggur hann út á Mattisson nánast, missi boltan hérna, Marfríður gerir vel, Mattisson gerir hins vegar líka bara vel og vinnur boltan, kemur hann á Völu Maríu, Vala María reynir að koma sér hérna í fyrirgefa stöðu, gerir það, boltinn inn á teginn, Margrét slær hann út í teig og hendir sér síðan á hann. Já, Margrét búin að eiga flottan leik hérna
eins og Kilill hinum einn. Lovísa nálgast vörnina, Anna Þóra les þetta eins og opna bók. Erla Karítas tilbaka á Bryndísi. Hanne kemur þá upp hægra megin. Hanne reynir sendingunni gegn Erna Björk. Og Margrét út úr markinu og gerir þetta vel. Þarna, hún nú eitthvað fundið fyrir þessu. En Erna Björk náði ekki, hún var kannski aðeins þungsnertingin hennar. Og það Sunna sem að tekur þessa spyrnu. Eftir þessu út í teig, Mattisson stekkur hæst, skallar hennan að marki, Anna Þóra tekur hann niður, leggur hann út á Hanne, hún fer í skotið en það fer af fyrirliðanu Sigrún Ösp og aftur fyrir. Þá kemur hornspyrna frá vinstri og það Erla Karítas sýnist mér sem ætlar að taka hana að þessu sinni. Kemur spyrnan frá Kæju, Kæja yfir á fjær, Margrét nær að slá þennan frá markinu. Bryndi Selma segir boltinn aftur inn á teginn, dettur dauður í tegn, þarna Selma Dögg. Og Erna Björk leggur hann út á Erlu Karítas sem fer í skotið en nær yfir. Nær ekki að halda þessu niðri. Frábærlega gert hjá Ernu Björk þarna. Margir frammeir eru reynt að snúa sjálfir þarna. En hörku fínn leikur hérna. Ég ætla að leyfa mér að segja það. Gott sjónvarp á laugardegi. Sunna. Anna Þóra. Með langan bolta beint en Margrét kemur út og hirðir. Sýnist vera tvöföld skipting í vændum hjá skagaliðinu, Kolfinna Eir og Lilja Björk tilbúnar. Selma vinnur boltan hérna fyrir Ía. Nær ekki að koma honum á Erlu Karítas en það gerir Sunna hins vegar. Boltin síðan inn á teginn. Erna Björk í baráttunni, hann á að skalla þetta frá. Nú kemur Arnfríður. Og Mattisson að ná sér í guldspjald hér fyrir Peysutók. Mattisson Brooke Schwarzenberger. Guldspjald réttilega gefið þarna. Stoppaði þarna hraðasókn. Já, Kolfinna og Lilja Björk búnar að klæða sig aftur í utanvegalann. Þannig að það aðeins bið með þessa skiptingu. Eitthvað sem að þjálfarateymi hefur eitthvað séð og viljað aðeins hingra. Hildur út á Töru. Hún finnur Lovísu. Velunni tilbaka hana Erla Karítas. Lilja Líf síðan finnur Kolbrá. Kolbrá finnur skotið en það beint á Kilill Keisvar. Sem ekki vandræðum með þetta. Það að halda þessu niðri. Beint í fæturnar á Ernu Björk sem að færa aukaspyrnu. Geggjuð spyrna frá Kilill Keisvar. Bara enn og aftur stórt hrós á Þorstein markmannsþjálfara. Og Kilill auðvitað líka, hún þarf að leggja á sig vinnuna, það er ekki málið. Sunna Rún með aukaspyrnu hérna. Varnarlínan stillir sér upp á Vítatex línunni. Fleitir þessu væntanlega hérna í áttina Mattisson. Það ná að koma þessu frá eða hvað? Hér er skot! Bryndís! En í varnarmúrin Selma Dögg síðan í skotið og enn aftur í varnarmann. Og svo Vala María nær skotinu en það er mátt lítið og Margrét grípur þetta auðvitað. Já,
Hörð alla hérna, gerða marki Gróttu. Birna spyrnir þessum einmitt upp í loft. Það var það Arnfríður. Hann gerir vel. Mattisson síðan tekur við kemplinu og boltinn tilbaka á Khalil. Hún lyftir þessu fram. Erna Björk kemur á móti boltanum. Vel gert hjá Töru. Og Lovísa síðan hér og brotið á henni. Þetta réttu dómur, ætla ég að leyfa mér að segja. Þó að stúkan sé ekki öll saman á mér. Það var klaufalega gert. Já, Önnu Þóru sýndi mér, frekar heldur en Selmu. En aukaspyrna hérna á fínum stað sem að gestirnir eiga og Arnfríður væntanlega, já, hún fær að taka þetta aftur. Hún virðist vera spyrnu sérfræðingur þeirra Gróttu kvenna. Skoraði úr vítaspyrnunni hérna í upphafi síðari hálfleiks og tók aukaspyrnu á svipuðum slóðum í fyrri hálfleik, en þá hitt hún ekki rammann. Hvað gerir hún núna? Arnfríður kemur honum á markið og framhjá Khalil Keswar. Já, ég myndi halda að Khalil hefði átt að gera betur hérna og ég held hún vitið að manna best sjálf. En Arnfríður Auður Arnarsdóttir skorar hér og þá tvöföld skipting hjá IA og einföld skipting hjá Gróttu sýnist mér. Lilja Björk Unnarsdóttir og Kolfinna Eir Jónsdóttir að koma inn á og það eru Vala María og Birna sýnist mér sem að fara að velli, en Khalil Keswar á að gera betur þarna. Já, Vala María og Birna Rún að velli og það já, tvöföld skipting líka hjá Gróttu. Fáum þetta væntanlega upp á skjáin hérna. Þannig að sjáum við Lilju Björk, númer 17 og hjá Gróttu það Díana sem að fer að velli, hún önnur þeirra, og Lilja Líf sýnist mér, númer 25, 19 og 25 og inn að kemur leikmaður með 29 annars vegar, Marja Lovísa Jónasdóttir og síðan það leikmaður nummer 17, Madeleine Robbins. Kemur hérna inn í hægri bakvarðarstöðuna og Marja Lovísa kemur hérna framar. En já, Skalið búið að lenda tvisvar undir hérna í leiknum. Fyrra skiptið náðu þær að jafna fljótlega. Við sjáum að Mattisson fer niður í hafsendastöðuna fyrir Birnu og Lilja Björk kemur inn á miðjuna. Kolfinna út hægra megin, það rauninni bara engin taktísk breyting þar, kemur bara í stöðunum völu. Arnfríður Auður auðvitað með bæði mörk Gróttu. Kemur hann fyrir IA með boltan inn. Þetta ofinnalega Margrét ekki í vandræðum. Kolfinna vinnur boltan fyrir IA. Baka á Önnu Þóru. Það var Mattisson. Út á Hanne. Mattisson yfir á Önnu. Þessi tíma í þetta núna.
Kemur síðan langur bolti hérna, ætlar Ernu Björt, hittir ekki á samherja. Sigrún sem skallar þetta frá, boltinn tilbaka á Margréti. Það leysa þetta. Já, vel gert hjá Erlu Karítas, heyrði boltana Kolbrá hana. Bryndís síðan út til hægri á Hanne reynir fyrirgjöfina, boltinn berst á Ernu Björt, boltinn síðan dettur í teiginn, Sunna reynir að koma sér í skotið og Skaginn vill fá, já hvað, horn væntanlega frekar en eitthvað annað. En sjáum þetta aftur hérna, já það er ómögulegt að segja, þær vilja fá hornið hérna en þessum myndum að dæma þá held ég þetta sé erfitt að véfengja hennan dóm. Og hendi dæmt hérna á Maríu. Rétt rúmt korter eftir. Já, nógu tími heyrist úr stúkunni og það er alveg rétt. Við sjáum að eftir þetta marka þá kemur þessi sama ákveðni í skalið og gerðist hérna eftir fyrra markið. Boltinn inn á teim, dettur í teignum, það koma þessu frá. Það er að sækja hratt, Arnfríður tilbaka. Skiptingin hérna yfir á Robbins. Það er á stað, það eru 2 móti 1 hérna varamennirnir. En sendingin ákveður að fara, taka röngu leiðina, Hanne. Og Kolfinna, sendinguna fram á við, skalla frá. Sunna tilbaka á Hanne síðan með boltan inn á teiginn. Það er skalla frá, Selma Dögg tekur frákastið. Leggur hann á Lilju, hún getur alveg skotið það, hann gerir það, tekur skotið en í Lovísu. Nei, Töru fyrirgefiði. Sunna síðan á Bryndísi, aftur á Lilju. Lilja bara aftur í skoti hér! Og beint á Margréti. Já, hún er ekki feimin við að skjóta. Lilja Björk. Dundur fínan vinstri fót. Og kemur Margrét með skotinu fram. María í baráttuönnu. Og Skagaliðið hefur betur. Selma tilbaka á Mattisson. Skiptir yfir á Hanne. Greinlegt að Skagaliðið vill fá eitthvað út úr þessum leik. Þó að það sé í rauninni bara upp á stoltið að keppa hérna í þessum leikorðum eða hvernig staðan er í öðrum leikjum. En það er bara þannig sem það er Lilja Björk. Lilja inn á fjársvæðið, það skalla þetta frá. Hann er í baráttunum frákastið þarna. Tara nær ekki að komast fram hjá henni og Bryndís tilbaka á Mattisson. Ekki er hún síður í þessari stöðu þarna. Anna Þóra á Sunnu. Sunna hefur alveg tíma til að snúa þarna. Já, núna veitum við að gerir það. Og að passa okkur náttúrulega að fara þetta ekki í úrslitasendingar núna í hverri. Það er enda nóg tími. Hefði kannski mátt gefa okkur meiri tíma að spila. Fær okkur yfir þarna til hægri. Margrét, löng spyrna frá henni. Anna Þóra fleitir hún bara aftur fyrir sig og til Kílil Kesvar. Mattisson og Hanne. Kolfinna verður einmitt forvitnilegt. Eftir síðasta tímabil var gríðarlega mikla breytingar á þessum leikmannahópi IA. Mjög margir reyndir leikmenn, byrjunarliðsleikmenn lögðu skóna á hituna. Unnur Ýr meðal annars, Samira Súleman og fleiri sem að, já, í rauninni, ef maður tekur það með inn í reikningi þá er í rauninni alveg ótrúlegt að Skagaliðið skuli vera að klára hérna í 5. sæti.
í lengjudeildinni árið síðar og ég ekki, þegar ég horfi yfir leikmannahópinn núna þá ekki neitt leikmann sem ég sé líklegan til þess að ætla að leggja skóna á hilluna akkurat núna sem að gefur manni bara nokkuð sterka von upp á framtíðina að við getum haldið áfram að taka skrefin upp á við hér í kvennaboltanum Akranesi og skapa umhverfi fyrir þá leikmenn sem á leiðinni upp úr, við erum með hérna 2 í byrjunarliði 2008, 1 á bekknum 2008, við erum síðan með stelpur á leiðinni 2009-2010 sem að lofa mjög góðu og þetta fleiri í 2008 árgangnum fyrir utan auðvitað þessar stelpur sem búnar að vera að spila hér 2006-07 í sumar einnig. Þannig að áfram og upp. Hann dæmt brotlega hérna. 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma hérna. Og gestirnir með góða stöðu hér 2-1. HK sýnst mér komnar í 5-0 á móti IBVF. Þannig að HK klárar þetta tímabil í 4. sæti. Grótta eins og staðan núna klára í 3. sætinu. Og Framarar auðvitað voru að hreinlega slátra FHL á heimavelli áðan. Hann gerir þetta vel á endanum hérna. Það vinna boltan af Lóvísu en Hildur hins vegar tekur frákasti kemur boltanum inn á teginn. Anna Þóra skalla frá og Lilja Björk framlengir og Kolfinna brotið á henni síðan. Einhverja taktískar breytingar sýnist mér í vændum hjá Skarpa. Mér heyrist það að hann komið með Kolfinnu og Ernu Björk 2 frammi og ætlar sé að fara þá í 3 manna vörn. Já, hann kemur í rauninni í meðverðarstöðu hérna ásamt Mattisson og Önnu. Þá þetta 3-5-2 og við séum gera þetta áður. Selma þá núna svona væng bakvörður hér og Erla Karitas hægra megin. Sendingin ætluð henni einmitt en gengur ekki. Og Arnfríður fyrir Gróttu og María í baráttunni við hann hefur betur. Og þetta vel leist hjá Gróttu konum. Kolbrá út á Robbins. Selma Dögg gerir þetta ágætlega hérna. En Anna Þóra líka. Fyrir séðan Lilja sendingin og framalega fyrir Selmu. Það 170 manns á vellinum í dag. Anna Þóra gerir þetta vel, vinnur yngast. Marja myndi skoðaðilega að fá eitthvað spilnu þarna, fekk ekki. Og sjá hvort að þeirra skaliði þannig og sem þetta aðlagast aðeins þessari tæknilegu breytingu, taktísku breytingu. Hvort að ná að svona ógna meira, því að Gróttuliðið var svona komið í nokkuð þægilega stöðu. Svona og átti ekki miklu meirleikum með það sem skaliði var að gera. Erla Karitas móti Hildi, kemur boltanum yfir á fjær, boltinn í slána, boltinn í stöngina, Kolfinna sé með skot og bjarga á línu.
og já, hendi að þann dómari heyri maður úr stúkunni, virtist vera eins og Skaga konurnar væru einnig að biðja það en einn leikmaður Gróttu ennþá að reyna að jafna sig þarna inn í teignum. Leikmaður nummer 5, engin höfuðmeiðsli hins vegar, þannig að það ber ekkert að stöðva leikinn. Hún hún fengið eitthvað högg á, kemur síðan skot hér frá Sunnu en Margrét ver það. Við skulum sjá þetta aftur hérna. Erla Karítas með stór hættulegan bolta sem að flýtur af slánni. Þarna sennilega hendi á Robbins. Spurning hvort við getum fengið að sjá þetta bara aðeins örlítið hægt, aðeins hægara, en þannig að þegar að boltinn kemur af slánni, sjáum þetta hérna, nei líklega ekki, en þarna, þetta ótrúlega atburðarás þarna og þetta ekkert ósvipað atinu sem var þarna í fyrri hálfleik einmitt, þar sem að Gróttuliðin bjargaði hvað tvisvar á línu á stuttum bara nokkur sekundum kafla. En þær sluppu með skrekkin hérna núna. Sjáum að Rakel Lóa Brynjarsdóttir veit ekki betur en þetta sé nú bara hreinlega dóttir Brynjars Björns Gunnarssonar. Það 2004. Þetta báði foreldrar hennar náttúrulega knattspyrnu fólk. Og þá henni bara skipt út af hér. Rakel Lóa fer að velli og í hennar stað komið leikmaður númer 9, Tinna Jónsdóttir. Gróttu geta aðra breyting á sínu liði út af leikmannum 5, Rakel Lóa Brynjarsdóttir og innvægum að staða kemur leikmannum 9. Kemur spilnan frá markinu. Anna Þóra kemur boltanum á Lilju. Lilja með sendinguna yfir á Kæju. María á undan í boltan og Erla Karítas nokkuð. Mér langar að skiptast á treyju við hana en virðist ætla að sleppa við spjaldið hér sem náttúrulega alveg í rauninni ótrúlegt sko. Samkvæmt ströngustu reglum á þetta alltaf að vera gult spjald en enn og aftur ætla ég nú að leyfa mér að segja þetta og leikunum hefur nú bara verið prýðilega vel dæmdur hjá honum Atla Birni og nú líður tíminn rætt fyrir heimakonur. Sunna tilbaka á Lilju. Lilja situr hérna aftarlega á miðjunni og stjórnar spilinu eftir að koma inn á hérna, fær hann aftur hér. Snýr á Mattisson og Hanne séð með pláss hérna. María kemur og lokar á hana. Hanne út til hægri á Erlu Karítas. Sunna hún tekur hlaupið upp í horni. Boltinn skýla sér ekki alla leið þangað. Frábært pressa hjá Erlu Karítas. Hildur snerti boltan síðast. Kæja með sendingunni á tegin. Bryndís nær ekki að komast í boltan. Tinna leggur hann tilbaka. Fær hann aftur. Já, Skagaliðið á þetta innkast. Sýnist ekki fleiri skiptingar í vændum hjá eins og sem við varum að hita upp. Hugrún, Magnea, Mattea og Birgitta var að hita upp en þá við upp, já sko Íringa komnar yfir gegn afturheldingu eins og ég kom inn á þann. Íringar náttúrulega löngu fallnar og komnar 1-0 yfir gegn afturheldingu. Það frábært hjá þeim að enda þannig
Þetta þá í rauninni bara, annar sigurleikur þeirra í sumar. Gleðumst yfir því. Það allavega, ég þekki fólk sem elskar ÍR meir en flest annað í lífinu. Til dæmis reynisendingunni inn á Robbins. Hanna Þóra hreinsa frá en baráttum frákasti hérna Lovísa og Kolfinna vinnur tilbaka. Lovísa nær að komast áfram hérna en endar á hjá Maddison og brýtur nú á henni virðist vera en ekki dæmt. Og María spillir þessum bolta beinustu leið út af. Svo varum hann í að hita upp. Sunna Rún tilbaka á Hanni. Hann er ekki að finna samherjar aðeins að togna pínu á liðinu afturstu og fremstu. Lilja reynir skiptinguna beint á Robbins. Víðismenn nánast búinir að tryggja sigur sinn á Magna 2-0 yfir og uppbóta tíma. Hörkuleikur á Hvítarittanum á IH 2-4 þar en við vantar upplýsingar úr Vængir Júpiters gegn Sindra og Elliða gegn Árbæ. En það virðist vera að Víðismenn séu allavega að gera þá kröfu til Káramanna ætliði sér að verða að vinna deildarmeistaratitilinn í dag. Þá þurfum þeir að vinna sinn leik. En Víðismenn, það væri mjög áhugavert að heyra úrslitin frá Árbæingum því að Árbær verður þá í rauninni að vinna sinn leik til þess að eiga möguleika á að halda í við Víði og eiga enda möguleika á að komast upp með Káramönnum. Það er slagur það. Selfyssingar búin að jafna gegn Grindavík sýnist mér einnig. Og það kannski staðfesta upp á skjáinn innan skamms ef að það er rétt hjá mér. En hér er bara að verða síðasti séns fyrir Skagaliðið. Sunna Rún. Selma vel utalega. Boltinn endar hjá Selmu og hún er dæmd rangstæð. Þetta er klaufalegt. Og það er leik lokið sýnist mér á Selfossi. 1-1. Selfyssingar rétt ná að klóra þarna í jafntefli í lokaleiknum í lengjudeildinni í bili. Vonum auðvitað að Selfyssingar ná að rífa upp sitt kvennastarf á ný. Og stoppi stutt í annarri deildinni. Frábær sending frá Lilju yfir á Erlu Karitas. Erla Karitas komin inn á teiginn, tekur skærin, fer í skotið í varnarmann. Og aftur fyrir, nú ætlar bara Khalil Kesvar að fá að fara með. Og eða hvað? Jú. Hún er komin allavega inn í miðjuteginn. Fær hún ekki leyfi til að fara lengra? Nei. Konna 2 mínútur fram yfir. Og nú er það Lilja Björk sem að mun snúa boltan hérna inn á markinu. Færi vel á því að fá mark hérna. Boltinn inn á teiginn. Skalla marki og enn að bjarga á línu og aftur vilja að fá hendi. Og það er innkast dæmt hér. Sjáum þetta aftur hérna. Og nei, þetta er ekki hendi. En það kemur mjög áhugavert augnablik núna vegna þess að boltinn fór upp í loft en dómarinn dæmir hins vegar innkast og þvert á óski Gróttu liðsins að sjálfsögðu. Mattisson með innkastið finnur kollinn á Bryndísi sem að fleytir honum áfram inn í teig. Bryndís fær hann aftur. Bryndís í baráttunni og boltinn af Bryndísi Rún og aftur fyrir. Og mögulega síðasti séns hér farinn forgörðum hjá Skagaliðinu. Eru Gróttukonur að ná að segla þessu heim. Væntanlega kannski einhverjar 35 sekúndur eftir. Mattisson tilbaka á Khalil. Hún full óróleg hérna.
undir pressi frá Tinnu Jónsdóttur. Lilja spyrnir honum langt fram. En já, ég svo sem ekki búinn að velja mann leiksins hér. Já, hérna leiklokið fram, hefur bara haft rólegt í síðari hálfleiknum. 5-0 sigur þar, Fram til hamingju með sætið í bestu deildinni að ári og hér flautað til leiksloka. Frábær lokaleikur hér í lengjudeildinni árið 2024. Sárt að tapa fyrir heimaliðið að sjálfsögðu, en bara virkilega skemmtilegur leikur. Þessi sigur hefði getað dottið hvorum megin sem var. Sjáum hérna mörkin. Fyrst að vítadómurinn hér á 47. mínútu eða svo. Birna Rún brýtur af sér og Arnfríður klárar það af miklu öryggi. Erla Karitas Jóhannesdóttir jafnaði síðan fyrir Skagaliðið eftir sendingu hérna frá Mandísson og mistök hjá vörninni hjá Gróttu, en síðan var það Arnfríður aftur og að þessu sinni beint úr aukaspyrnu og þar við satt og ég sýnist Margrét Ágadóttir vera að koma hérna til mín. Við kannski leifum bara myndunum að lifa eins og tökum smá spjall hérna í lokin. Það verður áhugavert að heyra hvað Margréti fannst þennan leik. Og sæl Magga, velkomin. Svo vantar að heyra í þér. Sjá hvort þetta gengur betur. Já, nú heyri ég í þér. Já, hvað segirðu? Mér fannst þetta bara ekki sækert úrslit fyrir að fyrsta vegna þess að færi voru ekki þeirra, voru klárlega. Þetta var góður leikur, menn þetta voru bara 2 góð lið og mér finnst að segir okkur kannski svolítið að þetta lið Grótta, þær að berjast bara fram í síðustu umferð í að komast upp í Pepsi og við erum bara mjög nálægt líka. Þó að stíðin sé aðeins á milli, en þá var ekkert að sjá það milli þessar liði að annar liði væri að berjast Það var í rauninni, eins og ég hafði nú orð á því, það var í rauninni alveg ótrúlegt að það skildi ekki koma mark í fyrrháleikinn til dæmis. Þar sem að Skagalið átti fullt af dauðafærum, vissulega gat Grótta skora líka, en ég sammálaði með það að Skagaliðið átti fleiri hættuleg færi og þess vegna dálítið sorglegt í rauninni 2 mörk úr föstu leikadröðum. Og einhvern veginn bæði að maður, við hefðum getað komið í veg fyrir þetta. Vítið hefur náttúrulega bara verið búin að klára, þegar við fáum 3 tilraunir áður en að kemur að brotinu og svo bara þetta bara illa framkvæmt þegar við fáum okkur aukaspyrnu. Við erum ekki að stilla veggnum upp, við virðumst ekki vera að, og þannig bara glufa sem er sett fram hjá vegg sem það er mjög auðveldlega að koma í veg fyrir af mínu mati. Þannig að ef við skoðum það bara, það var í sjálfum sér ekkert sem að markmaður nokkuð þurfti að verja. Það reyndi í sjálfum sér ekkert á hana. Þannig en við fengum fullt af færum, fullt af eftir hotspyrnur, aukaspyrnur, bardaginn í teiknum sem bara ekki datt með okkur, en við getum verið stoltar af frammistöðunni. Þetta var bara góður leikur, hraður leikur og 2 góð lið. Já, ég var einmitt að hugsa það, þetta kemur einhvern veginn saman, þetta er lokaumferðin í lengjudeildinni. Frammistaðan svona góð, standardinn búinn að hækka svo mikið, ef maður hugsa bara ár aftur í tíman, meiri sé að þó þeir hefur verið tekið aðra deildina með nokkuð góðum yfirbörðum, miklar breytingar á liðinu, margir reynsluboltar detta í rauninni út. Þá ef maður horfir bara á standardinn á fótboltanum sem á að spila hérna í dag, hann hefur tekið stakkaskiptum. Já, algjörlega, og ég einmitt alveg saman, við rættum kannski ekki eitthvað fyrir leikið þegar við vorum að fara kannski eitthvað uppgjör eða vorum svona að taka saman. Það voru ótrúlega margir reynsluboltar sem hættu eftir síðast tímabil sem að gleymist svolítið. Við vorum með Anitu sem var valinn leikmaður mótsins, við vorum með Unnir sem var yfirleitt með, ég veit ekki hvað, 20 mörk plús eða eitthvað og Samir að spilaði með okkur og ég alveg örugglega að gleyma einhverjum fleirum sem að, en það voru ótrúlega margir sem að fóru og jú, við sóttum eins og við tölum aðan 3 og svo 4 útlendingar hinn í restina, en mikil breyting og það sem að mér finnst kannski, við erum í mjög góðu formi. Við höfum verið í góðu formi og byrjum mjög vel mótið og þannig að
já, og bara meiri gæði. Já. Mér finnst það. Mér finnst bara, og aftur eins og ég sagði áðan, þá finnst mér að liðsheildin sem að einhvern veginn skila þessu. Já, ég vakti aðeins máls á því í útsendingunni, þar sem ég var einmitt að rifja upp þetta lið frá því fyrra sem að maður hafði áhyggjur, það var eins og það væri að leysast upp, þú veist, reynsluboltarnir allir sem fóru, sem horfi maður á hópinn núna og ég kem ekki auga á neitt augljósan kost sem að fara að leggja skóna á hilluna núna. Bryndís Rún, ég spurði hana sérstaklega út í þetta, hún svona aldursforsetinn og hún reynslumesti leikmaðurinn í liðinu og þá horfum maður á í kvennaboltanum, hvert ár bara sigur einhvern veginn fyrir okkur stuðningsmenn. Hún á náttúrulega ári viðbót eftir á samningi, eins og sagði, þannig að ef maður hefur það með í reikningum, ég að hugsa bara hversu spennt megum við vera fyrir næsta tímabili ef að leikmannahópurinn skreppur ekki saman, það detta engir út af reynslumestu leikmönnunum. Hvers megum við vænta í rauninni á næsta ári og næstu árum mögulega? Ég held að ef við náum að halda bara nokkuð eins og segir þessum mannskap og ég meina að þá megum við bara allavega að gera kröfur í að vera á svipum og ekki betri stað. Ég held að við höfum ekkert að gera upp í bestu deildina strax. Við höfum brent okkur á því. Það er allavega bara svona mín sýn. Við höfum bara ná stöðugleiku í fyrstu deildina, við höfum að byggja hún á það, við höfum að halda áfram að byggja hún á okkar heimastelpur og bjóða þeim umhverfi til þess að verða betri og það er svona það sem ég sé og við höfum þá og það er svona farvegurinn sem ég vil og vonandi einn góðan veðurdag förum við upp á meðal bestu því að þar viljum við að sjálfsögðu vera en við viljum gera þetta rétt. Já, og þá viljum við einmitt vera þar og verðskulda það og hafa það sem þarf til þess að halda okkur þar. Algjörlega og halda í það sem að við erum að kannski að leggjast það með að það sé okkar stelpur. Að við þurfum ekki að sækja okkur 5, 6, 7 leikmenn að því við ætlum að vera í bestu deildinni. Þá vill ég, margir vera hissa að segja þetta, þá vill ég frekar vera með gott og mjög gott lið sem alltaf að berast í toppnum í fyrstu deildinni og spila á mínum heimastelpum og gefa þeim tækifæri heldur en að vera ykkur flakki upp og niður og vera að spila þá kannski 5, 6, 7 leikmenn sem ekki eru upp allir. Þetta bara eins og tala út mínu hjarta og minnst þetta góð lokaorð á kvennabolta sumrinu. Margrét, takk hérlega fyrir að koma hérna bæði fyrir og eftir leik. Bara mín var ánægjan. Já, nú förum við að setja bara svona fyrsta botnin í þetta í dag. Snorri Kristleifsson sem stjórnaði þessari útsendingu gerði það af stakri príði, þakka honum fyrir hans störf. Arnar Óðinn Arnþórsson var á myndavélinni. Ég minni á að ekkert eftir svo langan tíma. Það er rétt tæpur klukkutími í það að hér verið flautaður á leikur Kára og Augnabliks í 3. deild karla þar sem Káramenn geta tryggt sér deildarmeistaratitilinn. Auðvitað komnir upp deild en ég hvet alla aðdáendur skemmtilegs fótbolta að horfa á þann leik. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þakka kærlega fyrir samfylgdina í dag. Þau verið sæl.